Pínasett og félagar fóru inn í háskólana, tæmdu þá, tóku þá, hann tóku þá alla. Já. Þeir þekktu hann ekki, Viktor Harra, trúbátorinn, stór, þetta nánast eins og hann taka Bubba Mortens. Og þegar þeir fara með á leikvöll í San Diego, sem voru bara breytt í fangabúðir, og hann var svo illa á sig komið, þeir hafa lamið hann, sko, þannig að hann svo illa á sig komið, þeir þekktu hann ekki fyrst, en þeir var eitthvað, heyrðu, þetta ekki Viktor Harra? Jú. Þá getur rétt ímyndaðir að vera komið með óvinnin, sá sem búin að vera að syngja gegn okkur, sá sem allir þessir vinstri menn eru búin að vera að hylla, ég er með hann á mínu valdi. Já. Og þeir píntuð hann þannig, sko, þeir bara voru að skemmta sér að því, þeir ég veit ekki hvort að það var að þeir hjóa af honum fingur eða bara maukuðu það nánast. Lét hann hafa gítar, jæja vinur, nú getur þú sungið þína frelsissöngva. Og eitthvað svona, hann dó eftir sko hræðilega pyntingar. Já, bara pyntaðir til dauða. Gersamlega. Þessari fasista. Já, og í Argentínu var það bara, þetta voru svo mikið, þannig að þeir voru farin að taka á þeir í flugvél og bara svo hent út í haf. Já, einmitt. Þetta ég veit ekki hvað með hagfræðina hvernig þetta er. Það er skemmtilegu debatt. Það er það sem mér fannst gaman í pólitík, það er að ræða þessa módelið sem þú vilt en þetta er orðið svolítið, þetta er orðið ægilegur drullupollur að eiga við. Það er það sem er skemmtilegt við Javier Milei, finnst mér, að hann er sko háskólaprófessor, hagfræðiprófessor og ætlaði aldrei í pólitík, en hann er svo vel verseraður á hagfræðina, að þegar hann talar og eins og ég segi, var í þessum sjónvarpsútsendingum mörg ára, þá var hann bara með mjög einfaldar skýrar lausnir og þannig að sko, hann er ekki svo mikill pólitíkus, heldur er hann bara að tala út frá svona pjúra hagfræði og svona gera hana skiljanlega þannig að fólk skilji kenningarnar og það er eitthvað svo heitlandi, því að ég segi, ef það er síðan ef hann hefur síðan rétt fyrir sér og hann næri að snúa tölunum við og svona með því að innleiða ákveðin hagfræði módel, þá er það bara fyrir allan heiminn að horfa, að fylgjast með og sjá hvort að það verið eitthvað hægt að taka upp eftir því. Svo er hann Bukele þarna í nágrunnu, hann er í svipuðum hann hefur verið mjög róttækur. Já. Og sérsagt í Ekvador eða Salvador, ég man nú ekki hvort og hann er reynda búin að fylla fangelsinn og það er bara með harðri hendi og þeir eru á mjög svipuðu reiki þar, sko. En Javier Milei er ekki þessu að fangelsa fólk og hann er ekki einhver harðstjórn. Sko, hann er alltaf öðruvísi veruleiki sem blasir við í Mið-Ameríku, þar sem að þú ert að eiga við glæpagengin sem að oftar eru valda meiri heldur en lögreglan eða svo framvegis. Þannig að fólk er að fylgjast með því að hann er sko alveg í öfgum en hann er að hreinsa upp og einhver er að segja sko að nú getur gengið götur og réttur eða þannig að þetta er svolítið spennandi tímar af miklu leyti, þó að Suður-Ameríka öll er einhvern veginn svona svo vannýtt, sko, það er að segja svo opbóðslega ríkt af bara náttúrulegum auðlindum og samt svo ótrúlega mikil fátækt og óstjórn að þetta geti verið svo ótrúlega svona, þetta geti blómstrað svo ótrúlega vel ef þetta er rétt haldið á stjórnartaumunum. Þetta er það sem er heillandi við að finnum við þetta módel þar sem að þú heldur þú þarft að vera módel að þú þarft að vilja vera þjóðfélaginu til góðs. Þetta var kannski hægt að gera með trúarbrögðum áður eða bara svona að fólk hafði bara ást á þjóðu sinni eða eitthvað sliðis. Við erum náttúrulega hver í sínu hotni í dag með sína hugsjón, með sína bara sinn veruleika, þannig að þetta er svolítið erfitt í dag, hvernig ætlum við
að fá menntakerfi geti kannski gert þetta einhverju leiti að fólk virkilega það sem mótiverað að láta gott að sér leiða eða gera gott. Já, svo kemur inn í þetta líka, það náttúrulega sko hefur á undanförnum áratugum þá hefur alltaf öll svona þjóðrækni verið mjög svona dímonísirruð eða svona og það er meira svona við erum að hugsa global sko og það er náttúrulega að velta núna svona mikilli hvað ég segja uppreisn eða við sjáum í Evrópu víða eru þessir hægri sinnuðu populísku flokkar eins og þeir eru kallaðir sem eru meira að hugsa, herri, nú þurfum við að fara að hugsa svolítið okkur og það getum ekki endalaust verið að beygja okkur og bukta fyrir einhverjum alþjóðastofnunum sem eru með misgáfulega kenningar hitt og þetta. Þannig að það er rosalega mikil gerjun í gangi og þar kemur inn í einmitt að svona aftur það að verða leyfilegt að hugsa fyrir land og þjóð svona, þú veist að ég vil gera landi mínu gott sko, en þetta er samt mikil barátta og skautunin er mikil, polariseringen er algjör. Já, ég er að vonast til þetta að fara í þá átt sko að þú hugsir það þannig að þar sem þú ert sko ég lendi hérna á Keflavíkurflugvelli, ég gerði ekki handtakt í þessum flugvelli, samt lendi ég á þessu ég á ekki þessa vél og auðvitað borgarmaður, en sko við njótum, það er alveg gríðarlega massi við njótum og við tökum sem sjálfsögðu þú þarft að vera tilbúin eða þannig að ég held að þjóðfélag þannig að fungeri að allir séu tilbúinir að láta sitt á mörkum út af því að ég græði á því ég fæ að nota þetta, ég get gert þetta og þess vegna ætla ég að gera hitt en hvernig gerum við þetta? Margir hafa andúð á þjóðinni, til dæmis það verið að tala um það í Bretlandi að það er mikið af fólki sem hafi andúð á Bretlandi til dæmis íslamistar og þeir búa þarna og það verið gerð einhver könnun sem að sagði til dæmis að meðal arabísk mælandi ef að þú kæmir auga á eða uppís að einhverjum sem að væru að undirbúa eitthvað terroristaverk ódæði í nafni munduru gera lögreglunni viðvart og það voru mjög fáir sem sögðu já